Góðir Hamraborgarbúar, verið velkomin hérna á framboðsfund með þessu ágætu fulltrúum flokkana hérna í Kópavoginum. Ég býð alla þá sérstaklega velkomna því að hér ætlum við að vera með umræður í gangi. Fyrir það fyrsta verða þeir hérna með framsögu hver sig í stuttar mínútur og svo síðan ætla þeir að hafa hérna nokkurs konar kappræðvættir. En við skulum nú fyrst byrja að kynna þessa ágætu menn. Hérna mér á hægri hönd situr Flórs Eiríksson sem fyrir Alþýðubandalagið, þá Sigurður Geirdal, bæjarstjóri fyrir Framsóknarflokkinn, Guðni Stefánsson fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Þóranna Pálsdóttir fyrir Kvennalistan og svo Kristján Guðmundsson fyrir Alþýðuflokkinn. Og ég held að ég hef ekki fleiri orð þetta. Við á eftir gerum smá hlé eftir þessa framsögur og svo síðan eftir svona svolítið kappræði hjá þeim þá þætti mér nú hengt það að þið hérna í Hamraborginni létu nú heyri í ykkur og hringdið þá í okkar síma hérna 64 35 90 og legðu þá kannski einhverjar spurningar fyrir þetta ágæta fólk sem hér En til að byrja með þá ætla ég að gefa Flósa Eiríksinni orðið. Gjörðu þessu vel, Flósi. Ágætu íbúar Hamraborgar, mér langar í upphafi að óska mönnum til hamingju með þetta glæsilega húsnæði hérna og þann árangur sem Hamraborgarráðið hefur náð, sem sýnir okkur öllum að samstaða getur gert mikið þegar menn þurfa að ná fram nauðsynlegum baráttumálum. Sem ég langar kannski byrja á að segja hérna að það ansi lærdómsríkt fyrir menn eins og mig að koma inn í svona kosningabaráttu eins og hér hefur verið í gangi í Kópavoginum undanfarið. Ég hef ekki verið beint í framboði sjálfur fram á þessu þó ég hefði nú þvælst dálítið mikið í kringum þetta. Það sem hefur kannski vakið mesta athygli manna hversu ósvífnir margir eru í málflutningi sínum og sérkennilegir og veltir það dálítið spurningun og maður veltir fyrir sig hvort að mikið af frambjóðendum og flokkum haldi það að kjósendur Kópavogsbæjar séu ekki vel gefnir. Hvernig menn leyfa sér að endurtaka ósannindi, liggur við með að segja, og rangar tölur og sérkennilegar hugmyndir ofan í eins og þau búist að kjósendur áttu sér ekki á því hvað að ræða. Alþýðubandalagið hefur lagt áherslu á nokkur mál í þessari kosningabaráttu. Við höfum sérstaklega bent á verulega slæma og alvarlega fjárhagsstöðu bæjarins en samkvæmt ársreikningum bæjarins skuldaði Kópavogsbær 1480 milljónir fyrir 4 árum þegar núverandi meirihluti tók við völdum. Vonum hefur tekist á þessum 4 árum að koma þessum skuldum upp í rúmar 3000 milljónir og það væntanlega Íslandsmet. Þeir telja þetta ekkert sérstaklega alvarlegt og þeir skuldi 1000 milljónir af þessum erlendis og halda áfram að eyða og spenna. Annað sem hefur vakið athygli sem við höfum lagt áherslu á í þessari kosningabaráttu eru atvinnumál. Núna á skrám í Kópavogi 500 atvinnulausir og eins og við þekkjum í þessum skráningum þá eru það vafalaust mikið fleiri. Kópavogsbær hefur ekki talið rétt að gera neitt í þessum hlutum, atvinnumálunum og ber fyrir sig að það séu svo mikla framkvæmdir í bænum þar fá allir vinnu. Nú í fyrsta lagi vitum við það að við gatnaframkvæmdir og aðrar svoleiðis framkvæmdir sem Kópavogsbær hefur staðið í fá aðallega vinnu vörubílar og gröfur og hins vegar það ekkert sem tryggir að við þær framkvæmdir fái vinnu Kópavogsbúar og raunar það svo að þeir verktakar sem með hvað mestar framkvæmdir eru hér í Kópavogi eru utan bæjarmenn. Alþýðubandalagið hefur lagt verulega áherslu á uppbyggingu og atvinnumálum og við höfum kynnt nokkrar hugmyndir í þeim efnum. Þar ber hæst að hér verði stofnað nýtt atvinnuþróunarfélag sem leysi iðnþróunarfélag Kópavogs á Hólmi. Þetta verði öflugt félag með samstarfi bæjarins, stéttarfélag og fyrirtækja og miði að því að efla atvinnulífið í Kópavogi. Við höfum sett fram þá hugmynd að Kópavogsbær að koma með beinan fjárstuðning til fyrirtækja sem skapa ný störf og borga hluta af þeim launum ef að menn sannarlega skapa ný störf. Við teljum ekki að það sé æskileg atvinnuuppbygging í Kópavogi að eyða 6-7 milljónum í eitt fyrirtæki eða 2 niður á Nýbýlavegi sem fór á hausina helgina og eftir og teljum að þeim peningum hefði getað verið varið mikið betur. Auk þess verður að stuðla hér í Kópavogi auknu samstarfi fyrirtæki innan bæjarins og margt í þeim efnum. Ennfremur viljum við í Alþýðubandalaginu hvetja Kópavogsbúa til að versla í bænum sem við teljum að sé mikilvægt.
En núna á síðustu dögum hafa ýmis tíðindi gerst hér í kosningabaráttunni. Á fundi í Vesturbænum í gær lýsti Gunnar Birgisson yfir því, formaður bæjarráðs, að hann teldi bæjarstjóra Kópavogs, Sigurð Geirdal, ekki hæfan til að gegna því starfi lengur. Það út af fyrir sig mjög merkileg yfirlýsing sem við tókum eftir. Gunnar Birgisson hefur lýst því yfir núna eftir 4 ára náið samstarfi við Framsóknarflokkinn og Sigurð Geirdal, hann sé ekki hæfur til að gegna því starfi lengur og telur eðlilegt og rétt að hann taki við því sjálfur. Það það sem Gunnar Birgisson leggur áherslu á í kosningabaráttunni í dag, þegar 500 Kópavogsbúar að minnstakosti ganga atvinnulausir, þegar skuldirnar eru orðnar yfir 3.000 milljónir, þegar biðlistar eru eftir þjónustu íbúðum fyrir aldraða, þegar 500 börn eru á biðlistum eftir plássi og leikskólum, þá telur Gunnar Birgisson það vera aðalmálið í kosningunum að tryggja sjálfum sér vinnu eftir kosningar. Það tvennt merkilegt við þessa yfirlýsingu. Það annars vegar hvaða forgangsröð Gunnar Birgisson hefur á hlutunum hér í Kópavogi og hins vegar svo dómur sem þessi yfirlýsing oddvita Sjálfstæðisflokksins á fundi í gær gefur yfir núverandi samstarfsmanni hans í bæjarstjórn. Alþýðubandalagið hefur lagt á það áherslu að hér þurfa að koma til valda menn sem geta tekið á fjármálum bæjarins og annarri stjórnir með myndug og reisn. Við teljum að hér hafi verið allt of mikil áhersla lögð lögð á að þenja bæinn út. Við teljum að menn færu offæri að úthluta nýjum lóðum og við bendum til dæmis á því ástandið á byggingarmarkaðnum í dag. Aftur á móti hefur ekki verið hugað að þeim sem minna mega sín í samfélaginu og hafa þeir borið verulega skarðan hlut frá borði þetta kjörtímabil. Alþýðubandalagið hefur lagt áherslu á að taka verulega á í atvinnumálum, við hefur lagt áherslu á að hér þurfa að taka föstum höndum á í fjármálunum og við viljum breyta verulega forgangsröðun hér í bænum. Alþýðubandalagið treystir á það að við fáum umboð frá Kópavogsbúum til þess að vinna hér góð verk fyrir Kópavogsbúa og munum gera okkar besta til þess að koma Kópavogsbæ aftur á rétt spor. Takk fyrir. Við þökkum Flosa Eiríksssyni fyrir hans framsögu í þessu máli og þá komið að Sigurði Geirdal. Gjörðu svo vel. Já, gott kvöld, Hamraborgarbúar. Það gaman að vera hér með ykkur. Ég undirbjó mig nú undir það fyrst og fremst að ræða málefni Hamraborgar, en það allt í lagi að taka svona smá syrpu á lífinu í bænum og stefnuflokkanna. Ég hef nú skýrt það þannig að í Kópavogi, bæ sem í svona örum vöxtni eins og hann hefur verið síðustu 20-30 árin, þá það svo að það engin einn málaflokkur sem að yfirgnæfir hina. Menn eru í því að byggja hús og byggja götur, þjónustumiðstöðvar, skóla og svo framvegis. Það sem við höfum lagt áherslu á þessu kjörtímabili, Framsóknarmenn, gerðum fyrir síðustu kosningar, settum það fram í okkar stefnuskrá og komum því síðan inn í málefnasamning. Það var að við töldum að hér þyrfti að stokka upp stjórnun, gera hana skilvirkari og markmiðið með því var bæði ekki kostnaðareftirlit og bætt greiðslustaða. Þetta hefur tekist, en af einstökum málaflokkum sem síðan hefur kannski verið tekið mest á, það uppbygging á íþróttasviðinu, áætlun sem hefur verið gerð núna með raunhæf áætlun með innsetningu skóla og það langþráð markmið hjá Kópavogsbúum. Nú við höfum tekið á dagvistunarmálunum og svo mættum við til lengi telja. Verklega framkvæmdir hafa verið miklar og því haldið á lofti að það séu kannski ómiklar. Það má auðvitað alltaf spyrja sig að því hvað þýðingarmest. Ég býst við að svarið fari eftir því við hvern maður talar. Ef maður talar við fólk sem búið að búa í 20-30 ár við ófærar götur, þá finnst því sennilega mikilvægast að við höfum tekið á götunum. Ef maður talar við fólk sem á börn í skólum, þá finnst þeim trúlega mjög markverður áfangi að skólinn skuli orðin einsetinn og svo framvegis. En stærsta verkefnið á kjörtímabilinu hefur að sjálfsögðu verið, eins og allir vita, uppbyggingin í Kópavogsdalnum. Það nú helsti vaxtarbroddur á höfuðborgarsvæðinu og það gaman að heyra Flosa, byggingarmanninn, segja ástandi sem þannig á byggingamarkaðnum að það eigi ekki að byggja meir. En rauninni gæti ég skotið það hérna nokkrum tölum til þess að staðfesta það sem Flosi sagði óábyrgan málflutning og alls konar tölur sem hann leika sér að. Ég ætla aðeins að nefna nokkrar af þeim tölum sem hann nefndi. Og hans menn, þeir hafa haldið því fram til dæmis. Ég ætla bara að biðja ykkur að taka eftir þessu, því að það verður mikið af villandi tölum núna í kosningabaráttunni.
Kópavogur, blaðið hans, heldur því fram að skuldaaukningin hafi verið 2,2 milljónir á dag. Það myndi gera 3.212 milljónir á kjörtímabilinu. Það þýddi það að þeir hefur skuldað mikið minna en ekki neitt í upphafi. Nú það voru 1000 milljónir teknar erlendis. Við höfum tekið þó nokkuð að lánum erlendis en rétt talaflósi minn er 723 og þetta er gert vegna þess að vextir mun lægri erlendis. Hann nefndi líka atvinnumálin og það var bara ekkert gert í þeim og ekkert áunnist og 500 manns atvinnulausir í Kópavogi. Þetta er einmitt dæmi það sem hann var að nefna, óábyrgar tölur. Ég er hér með nýja skýrslu frá félagsmálaráði sem segir að atvinnulausir í Kópavogi, þetta er apríl-maí mánaðamótin, eru 388. Atvinnustigið í Kópavogi eða atvinnuleysisstigið er 3,7 meðan það er 5,5 í Reykjavík, 4,5 í Hafnarfirði og 6,6 á Akureyri. Þannig að það stendur sem við máttum haldið fram að þessi miklu framkvæmdir sem hér eru og öll aðtork á athafnum sem við Kópavogs búa, hún hamlar auðvitað mjög gegn atvinnuleysin. Ég veit ekki hvað ég hef langan tíma og ætlum ekki að eyða alltaf miklum tíma svona í inngang, en bara skjóta ég að flosa í leiðinni að það má nú ekki ljúga upp á Gunnar Birgisson þó hann sé ekki hérna. Og hann sagði nú einfallega ekkert annað en það ef að Sjálfstæðisflokkurinn réði bæjarstjórnum næst þá væri hann þeirra kandidat. Og það var að sjálfsögðu full heimil. Takk. Við þökkum Sigurð Geirdal fyrir hans framsögu og þá er komið að Guðna Stefánssyni gerði svo vel. Já, góða kvöldið, Hamraborgarbúar. Ég vil byrja á því að þakka þetta tækifæri sem okkur er gefið til þess að koma og hitta ykkur inn í stofu og spjalla við ykkur hér nokkra stund bæjarmálefnin. Það hefur svolítið ekki farið fram hjá ykkur frekar en öðrum bæjarbúum að kosningar eru að skella á núna eftir við getum sagt rúma viku, laugardaginn 28. maí. Og flokkarnir hafa verið hver á sinn hátt að koma sínum málflutningi á framfæri. Við hjá Sjálfstæðisflokknum hefur lagt á það áherslu að gefa út okkar blað Voga núna vikulega undanfarið og lagt okkur fram að skýra þar á málefnalegan hátt frá stöðu mála hér í bænum, það sem verið hefur að gerast á þessu kjörtímabili og þá stefnu sem að við hugsum okkur að reka á því næsta og gert þar rækilega grein fyrir því. Það var kvartað yfir því hér áðan að menn væri með svífni og ósannindi og rangfærslur í sínum málgögnum, sagði Flosi, og ég get tekið undir það að því leyti að þegar að talað hans blað, en eins og ég sagði þá höfum við lagt áherslu á það að skýra frá málunum eins og þau sannarlega eru. Það var, Sigurður kom reyndar inn á það sí og æ deilt á það að það sé mikið atvinnuleysi hér í Kópavogi. Eins og kom fram hjá Sigurði, þá er það þó minnst hér í Kópavogi af bæjunum hér allt í kringum okkur. Og til skamms tíma hefur það nú verið einna mest í Hafnarfirði, bæ sem að hefur þó stóra höfn og álver. Þannig að maður gæti nú haldið að kratarnir í Hafnarfirði, alþýðuflokksmennirnir eða jafnaðarmennirnir, ég er ekki alveg viss það, hvað heita þar, að þar væri atvinnuleysi minna. En svo nú ekki. Og á sama tíma og minnihlutaflokkarnir deila á okkur fyrir þetta, þá deila þeir líka á okkur fyrir það að við séum í allt of miklum framkvæmdum.
Þetta er náttúrulega málflutningur sem stenst engan veginn. Og svo er talað að þetta sé atvinna bara fyrir vörubíla og gröfur. Ég gæti auðvitað bent á leið til þess að fjölga í hópunum. Það er með því að taka fram bara hestvagnana og handskóflurnar og nota þær til þess að endurgera gömlu göturnar. En ég er ekki viss að gatnagerðin yrði ódýrari við það. En ef menn vilja hverfa til fortíðar þá geta þeir auðvitað gert það. Þetta kjörtímabil hefur einkennst af uppbyggingu og framkvæmdum á öllum sviðum. Það er nánast sama hvaða málaflokkur er tekinn fyrir. Ég held að það hafi aldrei verið gert meira á svo stuttum tíma í nokkrum málaflokki heldur en gert hefur verið núna þegar þessu kjörtímabili er að ljúka. Það hefur verið gert stór átak í leikskólabyggingum og því verður haldið áfram. Það hefur verið gert stór átak í skólabyggingum og því verður haldið áfram. Það var lokið við listasafnið, þetta glæsilega hús sem við hér í Kópavogi hljótum öll að vera ákaflega stolt af. Og ég ætla út af fyrir sig ekki að þakka okkur það allt saman einum. Það var vissulega byrjað á því en það var gefist upp við það. Það er búið að taka í notkun eina stærstu sundlaug landsins og það þarf að ljúka búningsklefa byggingunni við sundlaugina nú á næsta kjörtímabili. Það er orðið mjög brýnt vegna þess að það er orðið það mikil aðsókn að þessari sundlaug að gömlu eða þeir klefar, bráðabirgðaklefar sem settir voru upp, þeir eru ekki orðnir nógu stórir. Það hefur verið gert stór átak í íþróttamannvirkjum, svoleiðis að það er margfalt á við það sem að gerðist í síðustu 12 ár sem að vinstri flokkarnir stjórnuðu hér. En ég sé að ég er búinn að fá gula spjaldið, ég er víst búinn með tímann og því miður þá er ég ekki ennþá kominn inn á málefni Hamraborgar en við sjálfsagt gerum það hér í spjalli á eftir. Já, við þökkum Guðna fyrir sína framsögum og þá er það Þóranna Pálsdóttir, gerðu svo vel. Þakka þér fyrir fundarstjóri, ágætu Hamraborgarbúar. Þeir eru nú komnir á fullt skrið hérna mér á vinstri hönd í karpinu en ég ætla nú að breyta og lesa hér ræðu sem ég skrifaði og hugleiðingu. Við þökkum ykkur íbúum Hamraborgar þau tækifæri sem þið hafi veitt okkur til að koma málefnum okkar á framfæri. Við kvennalistakonum bjóðum nú fram í annað sinn í bænum. Við síðustu kosningar fengum við ofta að heyra það að við værum að eyðileggja fyrir einhverjum. Eyðileggja fyrir hverjum, spyr ég. Er ekki einhver sjálfumgleði í þessum orðum? Í mínum eyrum hljóma þau þannig að hér sé frekar persónulega hagsmuni að ræða en það að leyfa íbúum að velja sér fulltrúa. Það er enginn sem á atkvæði ykkar ágætu kjósendur en þið velja á milli þeirra valkosta sem er í boði og við viljum bjóða ykkur einn sem setur hagsmuni fjölskyldunar í öndvegi. Stefna okkar tekur mið af því að koma raunverulegu jafnrétti á milli kynja. Við viljum jafnrétti sem einnig byggir á lífsýn kvenna. Frá okkar bæturum séð eru hagsmunir karla og kvenna ekki að öllu leyti þeir sömu. Veruleiki karls og konu er ólíkur á margan hátt þótt bæði sé í sömu þjóðfélagsstétt eða hafi sömu menntun. Í dag eru konur aðeins rúmlega hálfdrættingur á við karla í launum. Hér á landi er hlutur kvenna í bæjar- og sveitarstjórnum mun minni en í nágrannalöndunum og sérstaklega er ástæðið slæmt hér í bænum þar sem hefur ríkt mikið karlveldi og það má segja að konurnar komist vart inn á teikniborð þeirra. Jafnrétti og jafnvægi verður ekki náð fyrir en bæði kynin verða við stjórnvölinn og því miður er langt í land að svo verði. Á meðan slíkt ástand ríkir er nauðsynlegt að standa að sérframboði kvenna. Reynslan hefur sýnt að hin aðferðin að konur og karlar vinni saman að framboðum
skilar ekki árangri eins og að henni staðið í dag. Í prófkjörum komast konur ekki upp í efstu sætin og jafnvel hefur tapast hið fræga kvennasæti við prófkjörin. En það er víðar ójafnvægi hér í bænum en á framboðslistunum. Til margra ára hefur ofur áhersla verið lögð á einn málaflokki í einu og aðrir vanræktir á sama tíma. Það virðist skorta jafnvægi og yfirsýn. Það hefur aldrei dugað á stórum heimilum að láta allar tekjurnar renna í einn málaflokk. Það verður að sinna öllum málum, ekki bara sumum, og reyna að skipta því sem til skiptana er réttlátlega á milli. Mér hefur verið hugleikið síðasta áratuginn hve miklum peningum hefur verið varið til íþróttafélagana á kostnað annarra hluta. Það hefur tíðkast hér í bæ að forkólfar stærri íþróttafélagana raða sér svo stíft á framboðslistana að manni læðist sá grunur að hagsmuni sé að ræða. En hver hefur varið hagsmuni úlingana? Á viðkvæmum árum hættir stór hluti úlinga iðka íþróttir hvort sem við viljum eða ekki, foreldrarnir. Það er líka dýrt að stunda íþróttir í dag og við lakari lífskjör og atvinnuleysi verða sumir þeirra hætta. En hvað tekur þá við? Engin aðstaða hefur verið sköpuð fyrir þann stóra hóp unglinga sem ekki vill eða getur tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi og vandræði þeirra aukast. Skemmst er að minnast þess ónæðis sem þið hér í Hamraborginni urðu fyrir þegar að unglingarnir lögðu undir sig bílageymslurnar árið. Mér er stórlega til efs að sú lausn sem búið er að finna í bili að láta íþróttafélögin reka félagsmiðstöðunar koma að gagni. Annað mál sem er í miklu ójafnvægi, það er framkvæmdagleði ráðamanna hér í bænum núna. Það má segja að þarna sé ofvirkni að ræða og ef ekki er hafður heimill á henni þá stefnir í mikinn voða. Og því miður gerir það hér í bænum því nú ef ekki verður gripið til einhverja ráðstafana. Skuldirnar aukast jafnt og þétt og eru núna 3,3 milljarðar sem eru rúmlega tvöfaldar heildarástökkju bæjarins. Og til samanburða þá eru skuldir Reykjavíkurborgar 9,5 milljarðar. Því miður þá er tími minn að vera búinn en ég hefði gjarnan viljað fá að halda aðeins hérna áfram. En ég verð þá bara að lokum að benda ykkur á að kvennalistinn er búin að móta sér skýra stöðu í öllum málum og hún er birt í þessu riti sem er stefna kvennalistans í bæjarmálum 1994 og þið getið kynnt ykkur hana og ég hvet ykkur öll til þess að koma hér hinum með við götuna og heimsækja okkur í Hamraborg 7 og kynna ykkur málin því ég veit að þið munið komast að því að þetta er raunhæfur valkostur sem hægt er að byggja á og velja. Verið sæl. Já, við þökkum Þórunni fyrir og þá er komið að síðasta ræðmenni þessar menntaskrá, það er Kristján Guðmundsson, gjörðu svo vel. Gott kvöld, góðir Hamraborgarbúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þetta ágæta boð og tækifæri hér til tjáningar og mér finnst þetta til fyrirmyndar og þetta ætti að skerpa tengsl milli bæjarbúa og bæjaryfirvalda. Í raun væri afskaplega æskilegt að þessi útsending og hún næði til allra og það væri tækifæri til þess fyrir þá sem eru stýrandi bæjarins hverju sinni að ná til fólks svona beint inn í stofu. Það er reyndar alltaf undarlegt að sitja hérna við þetta borð, við erum hér 6 og nánast tölum í tómt því að við sjáum ekki til þeirra sem við erum að tala til. En aðeins áður en lengra haldi varðandi tengslin, þá höfum við oft hugsað til þess, jafnaðarmenn, að það væri nauðsyn á því að reyna að efla þessa beinvirkni og í okkar huga er mjög æskilegt að reyna að vinna því að verði stofnun nánast allan bæ lík samtök og hér eru. Við vorum í gærkvöld og fundi út í Vesturbæ og þar voru nokkri félag okkar sem höfðu þar framsögu og greindu frá því hvað þeir teldu vera vænlegan framgang og hvað þyrfti að gera og hvað var í miður eins og gengur og það var mjög gott. Og ég er alveg viss það að það er vilji allra og hugur
að bæta úr þessu. Hér líðum við líka fyrir nálægðina við Reykjavíkurborg, það er að segja að til dæmis sjálfstæð bæjarblöð eru ekki hér til sem gefin út reglulega. Það er puðrað hér út blöðulaust fyrir kosningar, síðan er það heldur slakleg frammistaða allra flokkana þess utan. Nú, mér dettur líka í hug að nefna að fyrir fáum árum síðan þá fór hér af stað sýn og það var heldur hlegið að því. Við höfum líka stundur hlegið að Hafnfirðingum. Þeir tóku við sér og keyptu þarna inn í tíma og eru búin að vera með allangan tíma svipmyndir úr sínu bæjarfélagi á sunnudögum. Og ég veit að áhorf þessa þáttar er orðin allmikil og takiði bara eftir hvað sýn er farin að festast í sessi að þegar klippt var á það á dögunum að alþingismenn væru þar til birtingar að þá var uppi ramakvein. Mér finnst það alltaf merkilegt þegar við sitjum hérna og menn hafði þá orðið að við vorum að tala hér til þeirra sem búa þessari torfu að fæstir hafa eiginlega bundið mál sitt við þetta svæði sérstaklega. Auðvitað er mönnum í huga að tala bæjarmálin í heild en það er ýmislegt sem snertir kannski meira ykkur sem hlusta á okkur í kvöld heldur en aðra og þá er það miðbærinn. Í raun og veru er uppbygging þessa miðbæjar nokkur sorgarsaga og hefur töluvert farið á svig við það sem upphaflega var hugsað. Það þýðir ekki að deila orðin hlut en það er spurning hvernig maður vinnað framhaldinu. Ég held að sé alveg grundvallaratriði til þess að við náum hér upp einhverju miðbæjar uppbyggingu og stemningu og mannlífi sem við þráum öll að það er að þau byggt yfir gjána. Hversu stórtækt það verður skal ég ekki segja en það verður að byggja yfir gjána til að tengja austur og vestur bakkann. Og ég er alveg sannfærður það að leið og slíkt hefur verið gert að þá breytist mannlíf hér allt. Ekki bara fyrir íbúana sem að hlusta á okkur núna heldur fyrir okkur hin sem búum utan þessa svæðis. Og einn þáttur er góður hér og reyndar fleiri sem eru orðnir að veruleika, það er listasafnið og mér þóttum taldi hjákátlegt þegar Guðni Stefánsson fór að nefna það og hælast af því að það var einmitt laust fyrir kosningar á vordögum í maí 1986 að þá var lögð fram ný uppbyggingarstefna listasafnið og þá lögðust allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gegn því að vinna þessar uppbyggingu og greiddu atkvæði gegn því, töldu þetta hús of stórt og of dýrt. Reyndar var nú raunin sú og það getum við þakkað þeim sem hafa hér unnið að málum, ekki bara einu flokki heldur nánast öllum bæjarfulltrúum, að þessi áætlun sem lögð var fram þá í maí 86, hún nánast hefur gengið alveg eftir. Fyrst ég fann að nefna listasafn, að þá höfum við kannski ekki í Kópavogsbúar haldið nú á lofti öllum þeim mörgu listamönnum sem við eigum hér í þessum bæ. Ég hugsa sér til við 30 myndlistamenn sem hafa sýningar, reyndar flestar utan Kópavogs því það hefur ekki verið aðstæða til þess að vera hér með málverkasýningar eða myndlistarsýningar en nú er orðin bót á því og það er fagnaðarefni. En það var mikil skrautsýning hér fyrir fáundum eins og fleiri sem haldnar verið liðna daga og það er ekki hægt að neita því að það er hálf hjákátlegt þegar að horti til þess að þegar þessi meirihluti komst í valda vorið 1990 þá var eitt af því fyrsta sem þau tók af það var að fella það niður að velja hér sérstaklega bæjarlistamann. Síðan gerist ekkert í 3 ár fyrir en að nú var tekið til hendinni. Ég er að tapa hér niður tíma en ég vildi aðeins nefna örfá þætti. Ég lagði til á fundi sem áttu saman á dögunum út í Fannborg og þakka fyrir hann að það var að lækka fasteignagjöld á þessu svæði og það var út af þessu kannski ástæð til þess að lækka þau víðar. Ég vil líka nefna þetta með hrikalega skuldastöðu, hún er óðsmanns æði og hugsið ykkur það að skuldir hafa tvöfaldast á þessu kjörtímabili en tekjur hafa ekki fylgt eftir og til þess að einfalda hluti að þá voru skuldir hér fyrir 4 árum það bil 1450 milljónir og tekjurnar voru ámóta háar. Nú hefur þessi skuldatala tvöfaldast en tekjurnar aðeins 1608 milljónir og þetta skilja flestir. Varðandi útþenslunum vil nefna þetta. Mér er það mikið undrunarefni að þrátt fyrir þessi tal mikla grósku að þá hefur
fjölgað minna í Kópavogi á liðnum árum en í flestu nágrannabyggðum, helmingi minna en í Mosfellsbæ og Mosfellssveit. Tíminn er úti, ég þakka kærlega fyrir. Við þökkum Kristjáni fyrir hans ræðu og auðvitað þökkum við öllum hérna þessum frambjóðendum fyrir þeirra framlag núna. Og núna gerum við stutt hlé, þar að segja, það koma aðrir hérna til þess að taka þátt í kappreiðinni. En við gerum stutt hlé núna, svona í cirka 5 mínútur og svo komum við aftur og þá getið þið Hamraborgarbúar hringt hingað inn í síma 64 35 90 og þá er þetta lagt fram fyrirspurnir, en þá ekki fyrr en að ég gefur merki til þess. Að þessu sögðu þá vil ég bara segja, gerum smá hlé. Jæja, velkomin aftur hingað. Þá hefum við aftur smá umræðu það sem þetta var sagt hérna áðan og eflaust það sem ekki var sagt. En ég bið ykkur afsökunar á svo stutta hlé sem var, það vegna þess að við þurftum ýmsu að sinna hérna. En á eftir að við erum búin að tala við svolítið saman hérna að þá getið þið hringt inn á eftir í 64 35 90 og lagt fyrir spurningar. Mér langar bara til að byrja á Sjálfstæðisflokknum eða meirihlutanum nú, eru þið svona nokkuð ánægð með það sem þið eru búin að gera, Sigurður? Almennt að kjörtímabilinu? Já. Já, við erum ánægð með það. Við teljum að það hafi svona samanlagt allt saman, það hafi breytt mjög ásýnd bæjarins. Nú veit ég það því að hafið þetta lagt mikið í það að skipuleggja nýtt svæði þarna í Smárahvammi og annars og að margir gagnrýnt að þetta hefði ekki gengið upp sem skildi. Birna, þið hafið talað um það. Já, ég er alveg sammála því en ég vil nú aðeins fá að koma hérna inn í þetta og tala um það raunverulega hvað víkur þessari Hamraborgarbyggingu hér og Hamraborgin sem slíkri. Ég held að þessi stórkostlegt hvað búið að gera hérna mikið á þessu svæði og óskar raunverulega Hamraborgin ráðan til hamingju með það að hafa komið af stað því að hreinsa hér bílageisluna og fara í það verk. Ekki síst það sem svo kemur líka í garðurinn hér fyrir utan og mér skilst að það sé að vera að vinna að því og eigi að vinna að því í sumar og það sé að vera að taka hann upp og endurbyggja. En mér heyrist og skilst á fólki að það sé eitthvað bið á því að skipuleggja þann garð og teikna hann upp sem slíkan og ég sakna þess að við skulum ekki hafa séð það fyrr á borðinu hvernig sá garður á að líta út. Sigurður, getur þú eitthvað svarað þessu? Jú, með garðin. Það er kannski að því við komum beint í Hamraborgin aftur og beint að koma það, en kannski aðeins fá að segja örlítið það svona í inngangi. Það er það þetta sem ég vil óska ykkur til hamingju með Hamraborgarbúum að það skulle hafa tekist að mynda þetta Hamraborgarráð, einn lögaðila sem gerði það mögulegt að það verði að semja við bæjarins. Þetta er kannski stærsti áfanginn og síðan gerðum við fram til samningur við viðgerð á bílagjöldum og rekstrarkostnað og ýmislegt annað. Þetta er mjög merkilegur áfangi og hefur ekki verið pólitískur ágreiningur hann. Það hafði allir verið sammála því að hjálpa hér upp á sækirnar en það hafði vafið sér hvernig að því er staðið. Nú, ég tel að þarna hafi Hamraborgarráðið fengið mjög góðan samning og kannski er það því að menn hafi vitað upp á sér skömmina að það skildi ekki verið að fara í þetta fyrr. En samningunum sjálfur sem við hefum nú yfirleitt rætt, það er eins og veistu það var viðaukasamningur sem snýr einmitt sérstaklega að geislagarðinum. Og það var áætlað að það væri ýmis umfram kostnað sem ekki hefur verið fyrirséður. Þetta voru 20 milljónir og þetta ákváðu bæjaryfirvöld að taka á sig
hins vegar var í sambandi við þennan viðaukasamning gerð nýtt tímaplan. Já. Því að það er eitt sem menn mega nú ekki gleyma að þó að bæjarsjóður tæki mikinn þátt í þessu og í staðin fyrir 20% eins og honum bar, þá það orðið 55, þá samt mikill kostnaður á íbúum. Nú hefur ég oft heyrt það sko að mörgum bæjarfulltrúum að eins og ég með heyrist aðeins á alþýðuflokksmálum mánuðina að þetta hafi verið algjört klúður. Er til dæmis, ég beini orðin mínu þá til Guðmundar í þessu sambandi. Er þessi Hamraborgarbygging eitthvað klúður á þessu miðbæjarsvæði? Nei, ég hef aldrei haldið því fram að Hamraborgi væri klúður, hins vegar má auðvitað deilum það hvort að hún hefði ekki getað verið með einhverjum öðrum hætti. Ég bara hef ekki nenningi við þess að velta vöngum yfir því vegna þess að við breytum henni ekki. Hún er þarna og verður. Hitt svo annað mál að ég held að það sé einlega stóra máli fyrir okkur að reyna að tengja hana með einhverjum hætti hér yfir. Kristján kom að því áðan að það væri í sjálfu sér eina leiðin að byggja yfir Gjána og satt best að segja hef ég nú svona haft efasemdir það en eftir á að hyggja og nú þegar maður horfir á þetta þá held ég að það verði bara ekki hjá því komist ef við ætlum að finna einhvern flöt á því að vera með torg. Eitt sinn hét þetta torg hins himneska friðar sem þarna átt að vera og menn sáu það nú fyrir sér og voru teiknaðar mjög fallega myndir af fólki sitjandi á bekkjum og blóm allt í kring. Ég nú ekki endilega að tala um það er nú ýmsar svona forsendubreyttar. En ég sé fyrir mér að það myndi gjörbreyta hér ásýndinu og þá erum við komið með einhvern miðbæ sem væri talandi því að við erum með menningar og þjónustu stofnanir hérna sem verðum að tengja saman. Ég fylgir því takja aðeins orði, ég verð nú aðeins að játa upp um skammuna því að það eru komnar 2 nýjar konur hérna við borði sem ég vil geta kynna. Það er Helga Sigurjónsdóttir fyrir Kvennalista, aðeins beina það er sem sagt, það er Helga hérna, já. Og síðan náttúrulega Bjarnadóttir sem er hérna fyrir Alþýðubandalagið, býða auðvitað báðar velkomnar. En eins og sagði áðan, við erum að tala þá fyrst og fremst, Sigurður kom hérna inn á framkvæmdinni í Garðinum og þú ert að tala um þess að samnýtingu kannski. Við höfum þá tilfinningunni að þessi hluti sé að smella saman, við höfum það og hver er stefna til dæmis sjálfstæðismanna til þess að ljúka þeirri dæmi? Finnst sjálfstæðismönnum að við séum búin að ljúka dæminu endanlega með þessum samningu sem Hamraborgarráðið gerði bæinn eða finnst ykkur þess að bæta eitthvað upp á þetta? Ég held að þetta sé eins og Sigurður sagði út af fyrir sig ágættur samningur sem komið á. En það nú ekkert þannig í lífinu og það megi ekki taka það til endurskoðunar og flestir hlutir eiga nú að vera í sífelldri endurskoðun. Það liggur alveg ljóst fyrir að íbúa samsetningin hér í Hamraborg hún hefur mjög mikið breyst að því leyti til að hingað hefur flutt mikið af eldra fólki. Og ég held að við hljótum að viðurkenna það að það verður erfiðara fyrir þetta eldra fólk að standa undir dýrum rekstri og viðhaldi á þessum bílastæðum sem hér eru, minnst að kosti ef það kemur af einhverjum stór aðgerðum sem þarf að gera. Þannig að mér finnst nú ekki óeðlilegt að lýsa því yfir að það verði þá tekið til sérstakrar skoðunar á þeim tíma. Já, ertu þá að tala um lækkun fasteignagjalda eitthvað svo að segja, hvað eru menn að tala með eins og Alþýðuflokkurinn? Já, eða meiri þátttöku bæjarins í þeim aðgerðum. Já. Kannski þetta frekar. Kvennalistinn, hvar stendur hann til dæmis í þessum málum, miðbæjarmálum og svo líka auðvitað varðandi Hamraborgina? Já, Kvennalistinn hann hefur nú talsvert svona velt fyrir sér skipulagsmálum og skrifað skipulagsmál og okkur finnst nú að mörg skipulagsslys hafi orðið hér í Kópavogi og þá ekki bara hér í Hamraborginni því að við teljum nú að Hamraborgin hún sé nú eitt af stærstu slysunum en hins vegar þýðir ekkert að vera að tala um það hún er hérna og við viljum gera það besta úr þessu og styðja Hamraborgarbúa og aðra í því að gera hérna góða miðbæ
og erum ekkert að velta okkur upp úr því. Hins vegar þá hefur verið ansi mikið eða of mikið verið gert að því að byggja þétt og hafa ekki opin svæði, græn svæði og önnur opin svæði, þannig að Kópavogur í raun og veru talsvert mikið þétt byggður og þetta nú svona almennt, hefur nú kannski almennt verið stefna í skipulagsmálum bæði hér og víðar á landinu, en vonandi þetta nú eitthvað að breytast og við teljum nú að kannski með þeim tilkomu kvenna meira inn í skipulagsmálin að þá kannski verði þessi þættir svona í betra horfi. Nú svo eins og á sínum tíma þegar Hamraborgin var skipulögð og byggð þá var þetta samkvæmt stefnu sem þá var víða ríkjandi erlendis þeir sem að skipulögðu þetta eða sóttu hugmyndir að þessu svæði hérna hefðu fyrirmyndir sem þá voru mjög mikið svona upp á borðinu í tísku. Já, en er ekki einhver svona smá hugmyndir sem eru svona sækja í þessa tísku sem þá var? Er ekki komin svolítið svona, ég getur nú líka spurt ykkur alla að því hérna eða öll að því, er Hamraborgin, verður hún áfram miðbær Kópavogs eða er verið að flytja hann eitthvað? Sjálfsögðu verður hún miðbæri, það stendur ekki þar til. Til þess þarf að tengja þetta saman. Og þess vegna held ég að við eigum ekki að vera að tínóna neitt við það í svörum. Ef ég heyrist það og menn eru svona vefja þetta inn í sjöfaldssilki hvað eru raunverulega að meina, það í rauninni það sem menn eru inn á. Íhaldi vil hafa einhverja smá göngubrúð þarna yfir gjána og mér sýndist það á þeirri teikningu sem þeir voru að birta varðandi menningarmiðstöðina. En þeir eru smáir í snifum í hugsun bara þegar þeir eru með svoleiðis. Það þarf að vera breiðar í grunni. Já, en er það ekki rétt varstu ekki ykkur í bæjarstjórn þegar hún hafi þetta líka á sinni könnu að sitja yfir? Eða er það vitið sig að mér? Ég er búin alveg óskaplega lengi bæjarstjórn. Já, ég sé það. En Helga var hins vegar þegar þetta var skipulagt, svo hún getur nú betur svarað þessu. Hún ber ábyrgð á þessu, en ekki veit. Það er ekki vel, Guðmundur segir ekki satt. Ég var ekki komin í bæjarstjórn en eitthvað Sigur Getal. Við ættum kannski að færa umræðans yfir á það sem ég myndi kalla framtíð og hlutverk Hamraborgarinnar. Og þá verðum að hafa það í huga að Hamraborgin og þetta miðbæjarsvæði það er í dag, þetta miðstöð stjórnunar, menningarstofnana og verslunar og svo allir íbúana sem hér eru og það var nefnt á hvernig svo samsetning hefði aðeins breyst. Það sem ég sé fyrir mér varðandi Hamraborgina, það þýðir ekkert, alveg svo Guðmundur sagði að þannig að hún sé eitthvað ljót og ómuleg, því breytum og við viljum að vinna því held ég hvar í flokki sem er standa. En það er ásýndin hér, það þarf að gera hana meira aðlaðandi og það á við íbúana, það á við starfsmenn hér og það á við kúna þeirra. Við þurfum að auka svolítið trjágróður og gera þetta aðeins grænna svona og elskulegra. Og það má ekki gleyma því að ég sé fyrir mér og ég held að menn gera það upp á síkastir, sjá fyrir sér Hamraborgina hérna í tengslum við opið svæði við listasafn og fyrirhugað menningarmiðstöð og þess vegna hlýtur að koma að því, ég var nú varamaður í bæjarstjórninni kringum 70 þegar þetta var mikið rætt, það hlýtur að koma að því eins og Guðmundur sagði að við byggjum hér yfir mjögstu hluta af þessu, við þurfum að tengja þetta verslun og þjónustusvæði, aðþrengingarsvæðinu, kaffistofum og listasafn og öðru slíku. Þetta er ekki svo sem farið út í margt annað, ég ætla þetta nægja byrði. Birna, hver er afstæðal því bandalagsins í þessu? Verður Hamraborgin áfram miðbær eða verður það fluttur eitthvað? Ég held að það sé ekki spurning. Hamraborgarsvæðið er miðbæjarsvæði Kópavogs og mér finnst nú bara einkennilegt að heyra menn tala Hamraborgina sem ljótt svæði og það er að bæta það. Mér finnst Hamraborgar ímyndin hafa tekið á sig mjög skemmtilega mynd og við þurfum ekki annað en að sjá tilbaka 2 ár aftur í tíman að þá fóru íbúarnir að standa fyrir miklum viðgerðum og hústum og málingu á þeim og það er orðið mjög fallegar útlitsbyggingar að sjá. Ég man nú eftir því þegar ég kom hingað fyrst í Hamraborgina eins og við tölum hann í dag. Vissulega kom ég oft í Hamraborg 11 hér áður fyrr.
En ég átti mín fyrstu kynni raunverulega Hamraborginu og bílageymslunum hérna fyrir 10 árum síðan. Var þá að vinna á leigubílastöð og fannst óskaplega erfitt að vera að senda á Hamraborg 28 og að ég koma þar og sækja farþega. Því að það var mjög erfitt að átta sig á því hvar maður fór inn og hvernig maður komast út. Það vissulega tók það ekki með eina helgi að læra á það, hvernig maður kæmist ferðarsinna þá komandi úr Reykjavík og læriði á Hamraborgin sem slíka. Í dag finnst mér, eftir að hafa unnið hér á svæðinu þennan tíma í 4 ár, Hamraborgin eitt af þeim svæðum sem að mér finnst myndarlegast og ég veit líka að hér vilja menn búa. Hér eftirsókn í íbúðir og við vitum til dæmis sem erum í húsnæðisnefnd að fólk sem að veit að það möguleiki á að komast í íbúðir í Hamraborginni, það leggur áherslu á að komast þangað. Vegna hvers? Vegna þess að þetta miðsvæðis, hér alla þjónustu að fá, hér heilsugæsla, hér eru bankarnir að sjálfsögðu allir, góð verslun, matvöruverslun og öll önnur þjónusta. Að sjálfsögðu vilja íbúa búa hér á miðbæjarsvæðinu. En við færum það ekkert nema að menn taki það á handafli og búi til nýjan miðbæ einhvers staðar úti í móum, austan við Reykjanesbrautina, en miðbæðurinn verður alltaf hér. Það er ekki breytt. Hvað segir þú það, Guðni? Ég tek alveg undir það. Hamraborgin verður miðbær Kópavogs. Það ekki nokkur vafi og ég held að þau fyrirtæki sem að hér starfa, þau séu mjög að treysta sig í sessi og hér alltaf að verða meira og meira líf og það kannski ekki síst Hamraborgar ráðina að þakka og fyrirtækjánum. Ég bara minna á það hér nú fyrir nokkrum dögum, þá var hér heilmikil uppákoma, krökkt af fólki, var það ekki sunnudaginn var bara? Já, þú tölum aðalfundinu það? Nei. Þegar Guðni var að selja gefa pilsurnar. Þegar við vorum að grilla pilsurnar hann það Guðmundur, þér fannst þær góðar. Nú og svo með tilkomu listasafnsins og menningarmiðstöðinni, þá verður hér iðandi mannlíf. Já, það fínt og gott að heyra það. Þegar þá kemur ein svona brennandi spurning sem langar að spyrja ykkur í lokin áður en ég hleypi Hamraborgarbúum að öðrum heldur en mér. Það er með, finnst ykkur það óeðlilegt, því að við vitum það að Hamraborgarráði gerði þarna samning við Kópavogskaupstað ákveðin hluta af rekstri og viðhaldi. Þetta auðvitað og var ákveðin liður í þessum pakka sem að við sömdum við Kópavogskaupstaðum. Þetta spurningin núna sem ég langt aðeins að heyra ofan í ykkur með. Hvort ykkur finnst það óeðlilegt að bærinn taki alfarið yfir rekstur og viðhald á geymslunum í framtíðin eftir búið að gera við hann. Birna, má ég byrja á þér? Ég hef ekki skoðað þessa tölur sem slíkar. Mér finnst bara eitt í þessu sem að menn hafa kannski gert sig grein fyrir að bílastæðin hér í Hamraborginni eru ekki eingöngu að mínu mati íbúana. Bílastæðin eru ekki síður fyrir okkur sem komum og sækjum þjónustu og verslun í Hamraborgina. Og við vitum það að þegar á góðum degi á laugardegi til dæmis að þá eru öll bílastæðin á útisvæðinu eru yfir full. Sem betur fer verslun orðin það góð hér í miðbæ Kópavogs. Og þá þurfum við að leita inn á og geta beint bílaeigundum inn í Hamraborgina. Þess vegna tel ég ekki óeðlilegt að bæjaryfirvöld taki meiri þátt í þessu viðhaldi og þessum kostnaði, þegar ég tel að það hafi verið stórslys að það hafi ekki verið farið fyrr í að skoða þetta svæði og halda því við þannig að viðgerðnar ekki svona stór kostlegari kostnað eins og nú hefur verið og svona afdrifamiklar eins og hérna við vitum. Hér hafa menn verið að blása og þvo svo sem vikunskiptir að ég viss það að íbúar hafa haft af því mjög hvimleitan háa sem allavega við sem hefum gengið hérna svæði á dagstaglega, við skiljum raunverulega ekki hvernig hægt að búa við þennan hávaða. Þannig að ég tel að það sé eðlilegt að taka þetta til endurskoðunar með hliðsjón af því að bílastæðin ekki eingöngu íbúana. Sigurður? Já, þetta svo ég bara byrjum það sem að Birna hætti, bílastæðin ekki eingöngu íbúana. Og það nú gömul sannindi að réttindi og skyldur fara nokkuð saman, þannig að meðan eignarhaldið öðrum megin þá verða náttúrulega einhverjar skyldur þar.
og við verðum líka að hugsa aðra bæjarbúa að við getum ekki beitt bæjarsjóði þannig að gera mjög upp á milli þeirra. En það sem maður þurfa að hafa í huga í dag held ég og bara megi ekki hvika frá Hamraborgarráðið, það er að klára þetta sem við erum byrjaðir á. Það er lang þýðingamesta dæmi, það þurfum að klára. Nú, það er ekkert, það er alveg á hreinu í sambandi við reksturinn sem við talum, það er ekkert annarkvort eða. Þetta verður að vinnast í góðri samvinnu íbúana og bæjaryfirvalda mínum mati. Já, ég get út af fyrir sjálfi tekið undir þetta sem Sigurður er að segja. Ég kom nú kannski aðeins inn á þetta áðan. En þetta er jú sameign íbúana hér í Hamraborg og bæjarsjóðs. Þannig að ég tel nú eðlilegt að það verði einhver skipting þar á milli. Og það hefur orðið mikil breyting á þar sem að hérna bærin kemur núna inn í með 55% hlutdeild á móti 26 sem að áður var í eldri samningi, sem að ég held að hafa nú reynda verið alveg óviðunandi fyrir íbúana. Ég sagði það hér áðan að ef að þarf að fara í meiri háttar viðhald á bílastæðum og öðru, þá gæti það verið hreindum eitt ofviða íbúunum, þannig að ég held að það verði að skoðast hverju sinni hvað bærin kemur inn í það að miklu leyti. Vonandi er nú ekki á hverju ári sem að þarf að fara í svona aðgerðir eins og við erum að gera núna. Þetta er stór átak. Við skulum vona að við verðum í friði með þetta næstu 10-15 árin, svona í aðalatriðum. Helga? Já, ég er nú, það er ekki, að mínu dómum þá eiga íbúarnir hér alls ekkert að standa undir þessu einir. Þetta er notað af þeim sem hér eru og af þeim fyrirtækjum sem hér eru og bara af almenningi í bænum. Þannig að það er náttúrulega nær ekki nokkur átt að íbúarnir standa undir því að alfarið. Hins vegar þá er þetta náttúrulega svona allt breytingum undir orpið og menn hljóta að semja þetta svona eftir því sem að landi liggur hverju sinni. Nú það er mjög ánægilegt að sjá hvað þetta er orðið komið í gott horf núna og ánægilegt að fylgjast með þessu mikla átaki sem hér er verið að gera. En þessi kostnaður er náttúrulega gífurlegur núna þegar verður að koma þessu í gott horf. En það er alveg ljóst að bæjaryfirvöld verða að taka verulegan þátt í þessum kostnaði og í þessum rekstri. Guðmundur. Sko, það fyrsta er náttúrulega þessi spurning alveg baneitruð og hún náttúrulega sett fram undir mjög mikilli pressu á okkur hér. Ég skal alveg vera ærlegur í því þegar ég svara því að sko, það er á borðinu samningar og þá samninga má vissulega taka upp og skoða. En ég ætla nú að halda því fram að eftir endurbæturnar þá verði nú allt annað og betra umhorfs í Hamraborginni og bílastæðunum og samt best að segja þetta gjörsamlega óþolandi að hafa þetta eins og þetta er. Þannig að ég vil nú halda því fram að þetta muni nú væntanlega hækka verulega eignina í verði. Hins vegar get ég alveg lagt á það áherslu. Mér finnst að við eigi að endurskoða fasteignagjöldin þarna vegna þess að það var líka á sínum tíma. Þá var lögð áherslu á einmitt þetta miðsvæði sem gerði þá og voru rökin fyrir því að þetta voru hærri fasteignagjöld. Og ég held að við eigum ekkert að vera að lofa því, ég ætla ekki að lofa því hér að taka að með reksturinn eða þó að við förum hér í meirihlutastjórnum. En ég skal hins vegar lofa því að endurskoða fasteignagjöldin því að það finnst mér vera hlutur sem við eigum bara að gera og það er réttlætismál. Við mögum ekki gleyma því að þessi bílastæði, þetta eru bílskúrarnir. Ég hugsa að kæmi nú svipur á fólk ef að menn svona almennt út bæ fær ósk eftir því að aðrir bæjarbúar fær að kosta reksturinn á bílskúrunum. Þannig að mér finnst að við höfum bara að skoða það í rólegheitum hvort að slíkt kemur til. Þetta er hluti að þau segja þjóðvegur eða ef við skulum segja bara vegur.
Það á bærinn að greiða. Annan kostnað íbúarnir auðvitað taka þátt í, en ég er alveg tilbúin að endurskoða samninginn. En ég legg áherslu á fasteignagjöldin vegna þess að ég þessi bara réttlætismál. Það er nefnilega það. Þetta er nú ekki bílskúr bara fyrir íbúana hérna. Nei. Þetta er samnýting á þessum stæðum, þannig að það er nú einmitt þess vegna sem bærinn er að koma inn í þetta, ekki svo. Þannig að þetta er ekki alveg samverulegt við bílskúrin heima hjá okkur. Ég sé að Sigurður brosir og Ég hef maður brosað því sko að þegar Guðmundur, hann byrjaði að segja hann ætlaði ekki að lofa neinu og svo fór hann að lofa. Ég ætla ekki að lofa því að greiða reksturinn, Sigurður, það er mjög sko, þetta var okkur sirpað, en það fæ ykkur ekki ennþá kannski mikið til þess að velta svolítið fyrir sér framtíð Hamraborgarinnar. Ég er mjög bjartsýnn á framtíð Hamraborgarinnar og það er svo geysilega margir kostir sem hún býr yfir og ég vil nefna þar kost sem að íbúarnir búa við að hafa alla þjónustu í seilingafæri án þess að þurfa að nota bíl og án þess að þurfa að byggja götu. Þetta er sjálfgefð hér á landi. Fyrirtækin hafa verið að þjappa sér saman og þau styðja hvort annað. Við höfum reynt að koma aðeins til móts við þau með þessar uppákomum lítið jólatrið hingað niður eftir og svona. Það virðist hafa gefið góða raun og fyrirtækin sjálf hafa tekið á þessu á móti okkur. Þetta er mikil kostur að hafa stjórnsýsluna hér á einum stað. Ég vildi sjá hana hins vegar aukast, ég hefði gjarna viljað sjá sýslumanni hérna líka. Til dæmis, þetta er alveg kjörið svona þjónustusenter og þetta, ásamt þessum lagfæringum sem við erum að gera hér, gerir það verkum að þetta verður geysiverðmætt svæði innan 10 ára. Eigum við þá að prófa að gefa þá Hamraborgarbúum tækifæri. Það er síminn 64 35 90 og segir til þá nafns og hvar þeir eiga heima í Hamraborginni. Þetta á allt verið lagi hérna hjá mér. Það getur vel verið að þetta hafa allt sem komið fram sem að fólk vildi spyrja og kannski það ekki spyrja frekar, ég veit það ekki. Kannski rétt á meðan við bíðum Þórir þá af því að við vorum að tala yfirbygginguna að þá hefur út af fyrir sig ekki verið horfið frá henni heldur er henni frestað. Nú er einhver hérna á línunni, við skulum bara heyra hver það er. Hver er þar? Sæmundur Þorsteinsson heitir hann. Sæmundur Þorsteinsson, sæll. Komdu blessaður. Blessaður. Heyrðu, halló. Já, við heyrum mjög vel í þér. Já, gett, fínt. Mig langar að spyrja þarna, skal ég segja það í sambandi við skuldir bæjarins og ég hef best að spyrja Sigurð að því, hann er nú líklegast til að svara því. En hins vegar vil ég spyrja alla bæjarfulltrúarna sömu spurningarinnar vegna þess að í blöðum bæjarins ber engum saman þessar ríkalegu skuldir sem alltaf er nú verið að tala um að séu hérna og ég er að styggja með séu. Þess vegna vil ég fá bæjarfulltrúan til að leiða mig í allan sannleikum og hafa eins og pílans og spyrja hvað er sannleikur og þess vegna spyrja þau hér nú. Já, fínt. Viltu bara bíða á línunu, Sæmundur minn, og meðan við förum í gegnum þetta. Við byrjum á Sigurði eins og þú sagði. Sko Sæmundur, ég er ekki að hissa þó þú séð svolítið ruglaður í hvað er sannleikur vegna þess að það er gamalt orðtæki sem segir hálf sannleikur oftast er óhreykjandi lygi og það er það sem þarna er á ferðinni. Sumir miða við tölur frá 90 og framreiknaðir ekki til sama verðgildir. Nú menn eru jafnvel að miða við stöðu á miðju ári og svo framvegis. Maður gæti lesið fyrir stuttu að skuldirnar hefði aukist 2,2 milljónir á dag sem væri þá komna langt upp fyrir það sem það er í dag og þá hefði maður verið geysilegum plús fyrir nokkrum árum. En ég veit ekki hvort, ég er bara hér með reikningana. Ég vil að menn nefnilega kynni sér þetta og fái réttar tölur og ég skal segja þér að heildarskuld bæjarins eru 2.952 milljónir. Samþykkir Guðmundur Oddsson þetta? Láð mér að klára þetta aðeins, það segir sko nettóskuldin sem við köllum eru 1695 eða rétt 1700 milljónir sem þýðir það að við eigum peningalegar eignir á móti sem eru 1257 og móti þeim skuldum sem eru umfram þessar 1700 milljónir. Nú þetta er nú svona í fyrstu lotu, við skulum lofa Guðmundur að koma að staðin svo að segja. Já, ég spurði hvort að Guðmundur myndi samþykja þetta. Guðmundur Oddsson. Já, ég skal svara þessu.
Ég er nú Guð Dórsson aðeins hérna. Já. Þú er eiginlega að hlusta svolítið betur á sjónvarpssamhengi því síminn svolítið langt frá honum. Já, dálítið frá. Heyrðu í mér? Ég veit að ég heyri alveg ágætandi ykkar. En heyrðu í Guðmundur núna? Já. Sæmundur, í reikningunum, ég skal bara fara yfir þetta. Í reikningunum er þessi tala sem Sigurður var með, 2.952 milljónir. Síðan eru 311 milljónir sem hann er búinn að taka út úr og eru hlutur sem er núna skrifaðar á húsnæðisnefndina. Í reikningum fyrri ára var þessi tala inn í bæjarreikningunum. Og þetta er í einu reikningarnir sem það er búið að taka þetta út úr og það er ósanngjarnt í öllum samanburði að gera það núna á kosningaári. Þess vegna höfum við einfaldlega gert okkur lítið fyrir og lagt saman þessar tvær tölur, 2.952 og 311 og fengið út úr því 3.263 milljónir. Sagt og skrifað. Já. 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 Hvað mun vera rétt talað atvinnulausa hér og hvað eru þið að gera til þess að bæta hag fólksins á þessu sviðum? Eða þessu leyti? Ég reyndi ekki. Hverjar eru ykkar tillögur? Já. Og það er ekki nóg að vinna eins og hálfveislaus maður, myndi ég nú segja, nokkra daga fyrir kosningar að maður kemst alltaf þessum götur fyrir vinnuvélum, kostu það að segja, en ég hefði haldið að það veri kannski æskilega og skemmtilega og betra fyrir alla ef það verið pínlítið dreift á ári. Já, ég er sammála þessu. Ég er búinn í bili. Já. Við þökkum. Takk fyrir. Já, þakka þér Sæmundur. Nei, heyrðu, þú vilja segja eitthvað við þetta, Sigurður, það sem að Sæmundur... Nei, ég skal skýra þetta, þetta er allt rétt hjá Guðmundi og þetta var engin ágreiningur í bæjarstjórn og við höfum smá saman verið að færa reikningshaldi til samræmis með bæjarfélög og við vorum raunverulega að stokka upp kerfið varðandi húsnæðisnefndina en talan sem var þar áður er farin út og þetta er hjá húsnæðisnefnd en þetta er ekki rétt samkvæmt allar maður sem þetta fölluð að færa það á bæjarstjórn. Hver er á línunni? Já, hvernig ég hefði Birgir Sigurðsson að hafa bótt 28. Já, komdu sæll. Já, komdu sæll. Gerðu það svo vel. Máttu leggja fram spurningu. Já, það er nú svona örfáar spurningar svona aðeins af því ég var nú að hlusta á öðningarnar sem eru hjá þér. Já. Mér langar að byrja á því að spurja Sigurð Geirtula því út af því að 1. apríl átti að byrja á því að gera garðinn okkar hérna eða byrja á vinnu við garðinn okkar. Já. Það er komið 17. maí og ég hef nú síðan framkvæmt með þá. Já. Er væntanlegt að þetta verði einhvern tímann í náið framtíð eða er þetta bara framtíðarsýn? Já, þú spyrðum auðvitað þennan framkvæmdaraða að starfsmenn Kópavogskaupstaðar töluðu það að það ætti að byrja á garðinum í apríl og nú er komið maí sem sagt. Já, það er komið 17. maí, já. Já. Það er spurningin eftir að spyrja það hvenær verði byrjað á garðinum? Já, hvort þetta verði einhvern tímann þess að vera, hvort þetta sé bara framtíðarsýn. Já, ég hef nú ekki svör alveg á reiðum höndum annað en það, þetta er áætlun, mönnum hefur verið sagt að fara í þetta en það er mikið sviptingar og ég þori ekki að setja dagsetning á það hvernig komið svo stað. Nei, það er þetta bara. Þetta er áætlun og fér í það, sko. Það er komið, já, það er nú verið að bara þú sæmislegt í kringum húsin eins og er, sko. Og fér fyrir hendi í þetta. Já. Fleiri spurningar, Birgir? Já, það er hérna út af því að það er nú ég er nú búinn að fá hérna postinn heim frá allum þessum stjórnmálaflokkum. Já. Og sé nú sitt lítið af hverju í þeim. En þegar ég ber mig saman við þetta fólkið mitt sem býr í Reykjavík, út af hverju er það að fasteignagjöldin mín eru svona mikla hærri heldur hjá þeim í Reykjavík? Sigurður, eða... Já, sko, skal ég segja ykkur allar staðvindur fasteignagjöldin. Þau hafa verið hér í fjölda ára, fasteignaskatturinn sjálfur, hærri heldur í nákvæmlega sveitarfélögunum. Við höfum verið með 0,5%, höfum verið að fíka okkur niður og erum núna komin niður í 0,375. Það er sama í Hafnarfirði, það er sama í Garðabæ, það er sama á Seltjarnarnesi, það er 0,42 í Reykjavík.
En þá eru eftir önnur fasteignatengd gjöld. Það er sorpa, vatnsskattur og holræsagjald og við erum ívið hærri heldur en þau heita líka annað þessi gjöld annar staðar en til dæmis Reykjavík sem ekki með holræsagjald. Við erum ívið hærri þar en þeir eru hærri í sjálfum fasteignaskattinum. Þetta munur orðið sáralitlu og hefur stórbreyst á þessu kjörtímabili. Úr 0,5 það er búið að lækka það niður 0,375, það sem 25%. Fasteignaskattin sjálfan. Nú verð ég nú að segja við því Sigurður minna að þetta nú ekki alls kostar rétt út af því ég bý í lítilli blokkaríbúð og ég er að borga hér númer 30.000 krónur á meðan þetta dóttir minn sem byrju fjarlæðarbyggjubúð í Reykjavík hún er að borga tæpar 30.000. Þannig að þarna er eitthvað ekki alveg eins og það á að vera. Jó, það er alltaf að sjá þess að mér, sko, en þú getur séð á meðaninum að gjaldið, eða svo skatturinn núna er 0,375% en hann var fyrir 4 árum 0,5. Það íbúðir hafa hækkað í verð og ýmislegt sem getur breytt því og ég, sko, maður þyrfti að sjá mig alltaf að vita hvað getur valdið því. Já, einhverju fleiri spurningar, Birgir? Þetta getur við staðfest. Það er náttúrulega ljóst að íbúðin mín hefur ekki hækkað nokkuð skapaða hlut og ég er nú búin að búa hér í og hún hefur ekkert hækkað á þeim. En er þetta ekki svona komið fullgilt svar hjá honum, Sigurður, þó að þú ert svo ósammála kannski? Nei, það er allt í lagi. En einhverju fleiri spurningar? Já, nú erum við búin að horfa það hér í Kópavogi á síðasta kjörtímabili sem að Sigurður hefur verið bæjarstjóri í umboði Gunnars Birgissonar að það er búið að fara mikið í gatnagerð. Búin að fara verulegi peningar í það. Getur það hugsast að þessi peningar hafi runnið, beint í fyrirtæki Gunnars Birgissonar? Sko, já, þú spurði hans verktakafyrirtæki og annars slíkt, þá er það rétt, Gunnar er í verktöku í götum og öðru slíku, en Gunnar hefur ekki fengið verk án útboðs, hann hefur ekki fengið verk í gegnum útboð eins og aðri verktakar. Þannig að við bjóðum út verkin og við tökum síðan lægsta tilboði. Hann hefur stundum lent í því en það hefur ekki verið mjög. Ég held að við þurfum ekkert að svara þessu Birgir því að Gunnar er ekki hérna staddur og ég held að Sigurður sé ekki fyrir stöðu til að svara fyrir hann. Er það fleiri spurningar? Það er sem sagt ég er nú búin að hlusta þess að menn. Það er eitt sem að mér er sérstaklega vel á. Það er sem sagt það sem komið að Kristján Guðmundsson. Það að gera Torkubrúna. Lýst þér illa á það eða hvað? Mér líst mjög vel á það. En eitt sem við þurfum að, það var nú komið inn á það áðan að all þjónusta væri hér á svæðinu. Já. Og það er alveg rétt að flest öll þjónusta og þetta er á tölvunni. En eitt vantar okkur. Og það er hvað? Það er okkur vantar hérna leigubílarna eins og þeir voru hérna úti í Hjalmdaga. Er nokkuð von til þess að þeir komi aftur? Já. Þetta er komið áleiðis, Birgir. Einhverju fleiri spurningar? Takk sömuleiðis. Já, Þeir koma aftur, það er búið að gera ráð fyrir því. Það er búið að gera ráð fyrir því að leigubílastæði komið aftur. Já, hérna og þá var... Vestan við Hamraborg 10. Já, hérna fyrir vestan, já. Já, það er mjög gott að... Þórir, sko, mér finnst það náttúrulega ekki sanngjarnt þegar að koma svona spurningar og bæjarstjóri situr einn af því að fá að svara. Einfallega vegna þess að þetta var ekki alveg rétt. Sko, það er búið að lækka fasteignaskattinn frá 0,5 og niður í 0,42. Nei, 375. Já, rétt. En það breytir því ekkert að Hamraborgin er miklu hærra metin og það er það sem að maðurinn er að spurja, það er það sem auðvitað skýrir þetta. Og það er annað sem er líka að þeir hækkuðu vatnsskattinu 40–50% þannig að sko þetta eru bara blekkingar þegar þeir eru að fara onni 0,375. Já, hvað segir þú Birna í þessu síðu? Þetta er náttúrulega, það telur samt þó þessi skattur, þetta telur í heildina sem slíka og þetta er alveg rétt sem að Guðmundur Oddsson talar að þetta er náttúrulega hærra hér á þessu svæði og ég held að við ættum að fara að skoða það bara sem slíkt. Helga, En vissulega líka þessar fasteignir sem hérna þær eru að verða verðmeiri vegna þess að hvað mikið er að gera á svæðinu og ég líti svo á að menna ég að skoða það þegar það er komið í gegn. Guðmundur kom áðan inn á það að þú væri hérna hefði verið í því að skipuleggi hérna miðbæðisvæðið að einhverju hluta.
Hamraborgin svona miklu hærra metin eða? Já, það og af hverju var það gert? Já, augnablik bara bíðulínunni? Já, þetta er ekki rétt sem hann segir. Þegar Hamraborgin, þetta svæði var skipulagt 1970-71, þá kom ég þar ekki neitt nálega. En ég vissi alveg af þessu á þeim tíma og þessar hugmyndir að þessu svæði. Ég fylgdist heilmikið með þeim og þótti gaman að því að vera velta þessu fyrir mér en ég var ekki hrifin af hugmyndunum. En ég hef ekki minnstu hugmynd hvers vegna þetta var haft með. Hins vegar var ég í bæjarstjórnartímabili svo aftur seinna og þá var Hamraborgin mjög mikið í umræðu og það voru mjög skiptar skoðanir á henni þá og það var mjög slæmt að bæði þá og svo áfram að þá var alltaf eins og svona hálfpartinn hlaupið frá þessu og ekki haldið áfram, ekki klára. Og það sem við kvennalistakonur erum að tala núna einmitt að reyna að setja endapunktina á þetta, jafnvel til hugmyndasamkeppni það hvernig hægt að ljúka þessu á sem bestan hátt og losna við bensínstöðina til dæmis. Já, við komum það að því á eftir, það svolítið meira mál og ég held að þar komum við að svolítið óhaganlegu atriði, það lóðalegu samningur sjálfur. Þannig að það svolítið eins og að rífa niður stjórnarskrá Íslands og byggja eitthvað aftur, sko. Við getum ekki óska okkur þess, en það að skoða allir þessi dæmi, en við erum að taka á því svona svolítið meirum eftir. Guðni, ætlum þú að segja eitthvað það? Já, sko, ég ætla ekki að fara að bera á móti því að fasteignagjöld eru lítið eitt hærri hér en í Reykjavík. Það er að segja þegar öll gjöldin eru lögð saman. Fasteignaskatturinn lægstur hérna. Hins vegar hefur Reykjavík ekki tekið neitt fyrir sorphirðugjaldið. Ég skal ekkert segja það hvenær það verður gert eða hvort að það verður gert, en ég ætla að minna hins vegar á það að ég sá ekki mikla tilburði hjá Guðmundi Oddssyni eða fyrirverandi meirihluta í þá átt að lækka fasteignagjald hér í Kópavogi. Það er hlustandi á þinni, fyrir það með leyfi. Já, ég er frá Fullt og Fær. Já, komdu sæl. Ég var að velta því fyrir mér í samband bæði við fasteignagjöld og svo á hinum áttan þennan rekstrarkostnað sem að vísu bærinn hefur borið alla tíð og komin hefð fyrir, en síðan komin inn í okkar samningar hvort að fulltrúar okkar séu tilbúin að endurskoða þetta, velta þessu fyrir sér. Ertu þá að tala þetta... Reksturkostnað Hamraborgar. Já, rekstur og við, þannig að þetta er 1,5 milljón þá. Ég sé mér engin 1,5, það er bull, það er þakið. Og 1,2 dag og verður svona kannski 300.000 þegar aftur orðið fínt, sko. Sem ekki til að æst yfir og mér finnst þetta bara hefð. En finnst þér ekki að þessu hafa verið svarað svolítið í kvöld? Nei, því hefur alls ekki til svarað, en þeir bara ekki tilbúin að taka þennan blessaði rekstrarkostnað á sig? Já, sem getur verið 1,5 milljón eða minna. Það er í rauninni, já. Við erum að tala allt á tölu sem allur ekki raunhafar þegar dæminu lokið í rauninni. Sigurður, getur þú eitthvað... Nei, ég var búin svo, ég skal bæta við þetta, sko, og fer nú þá aftur í þetta að samningana okkar í upphæfu, þú veit hvernig það gekk, það var eiginlega mestaverkið að koma þessu yfir á svona samningshæft form öllu saman. Og ég held að það hafi verið réttast sem þið gerðu að leggja aðaláherslu á að taka þetta upp og breyta því og ég rætti nú hvað við gengum langt þar og við vorum með 1,8 milljón aukar út af öryggisbúnað og svona rétt til að vikka þetta allt saman til og síðan tekið þarna geislagarð og svona. En rekstrarkostnaðurinn, sko ég alltaf til í að taka svona samning og skoða þá, upp og skoða þá, en ég segi aftur, svona réttind og skyldur fara svolítið saman og ef eignarhaldið á hendi íbúanna verulegu leyti þá kemur alltaf eitthvað á það, þetta verður ekki annarkvort eða. En varðandi framtíðina þá vil ég skjóta því hér inni að
við þurfum að skipa nefnd hjá bænum til að endurskoða hér miðbæjarskipulagið, fara yfir þetta allt saman. Já. Og það verður ekki vitlaus hugmynd til dæmis að Hamraborgarráðið ætti þar í einn fulltrúa og inn í það geti komið þetta rekstradæmi og hvernig það verður best leyst. Þetta svarar, ekki... Þetta bara allt svar på þetta, en spurningum 2, væri það umhugsunarvirði þar sem að hann, það var minnst á til dæmis Sýn, sem í beinni útsendingu frá Alþingi. Þetta væri hugmynd að tengja bæjarfundi við takk fyrir það. Að tala það að gera þessar álagsfyrðingar að tengja bæjarstjórnarfundina inn á kerfi, sko. Já, inn á... Ég veit að það tillaga sem liggur í þessu. Nú það tillaga. Við erum búin að flytja þessi tillögu við Alþýðubandalagið. En þá, Jakobína fyrirgefðu mig, þá bæta einni spurningu við til þess að þrengja þetta aðeins meira, að Fannborgin kæmi þetta líka inn í. Já, en það betra. Hún er stór hluti af þessu dæmi og að það sé byggt þá líka svona einhver smá hluti að Fannborginni verður tengt öryggiskerfinu. En betra. Já, er ekki þessi maður? Jú, sko, þeir fluttu þessa tillögu, var það ekki, þeir fluttu þetta saman, minnlutin, að láta kanna hvað það myndi kosta og var það ekki þannig, þú manst kvantanum. Og það sem við gerðum í því í fyrstu notu, það var að kynna okkur hvernig það væri í Hafnarfirði og fara síðan til tæknimann og spyrja hvað kostaði búnaðurinn. Búnaðurinn var mjög dýr, en hins vegar eins og menn hafa leist þetta sem staðan annar stað, þá er það í tengstum við einhverja stöðu eða eitthvað slíkt. Hér eru því mikil reynvíkjum, þannig að það getur verið mjög gaman að tengjast þessu bein. Ég mitt, akkurat. Og ég vildi fá fundina, ég vildi fá... Já, það var Þú ert velkomin að vera með okkur á fundum fyrir alltaf opnir. Já. Eitthvað fleiri spurningar? Þetta er góð hugmynd. Takk fyrir. Já, sömulegis. Nú held ég við höfum ekki tíma að nema kannski þá fyrir einni viðbót en hann verður þá verið að fljóta hringja því að við erum búin að tefja þetta ágæti fulltrúi hérna miklusti hálftíma lengur eða rúmlega þar heldur við ætluðum okkur. Þetta er búin að vera ágætt. Já, er það ekki? Ekki leiðilt að það allavega. Nei. Einn fyrirspyrjandi ef hann ykkur vil hringja þá gerur svo vel. Það kann kannski vera erfitt að hringja en þetta það kannski kemur inn. Nei, við getum kannski rétt eitthvað fleira heldur en þetta. Það er nú hægt að ræða ýmislegt núna rétt fyrir kosningarnar. Já, það er sjálf. Ég hefði mjög gjarnan að vilja að við færum svona einn rúnd þessa síðustu merkilegu yfirlýsingu Gunnars Birgissonar oddvita Sjálfstæðisflokksins því að þetta er auðvitað hlutur sem er stór pólitískur og ég verð bara að segja það eftir að hafa hlustað á þetta í gærkvöldi að það er verið að bjóða bara bókstaflega talað upp á, ég vil nú segja einræði, það er nú verið haldið fram Gunnar að hann hafi nú stjórnað býsna mikið og menn hafi þurft að leita gjarnan til Garðabæjar til þess að fá einhver svör við spurningum og ég bara velti fyrir mér ef að hann yrði nú bæjarstjóri hvort að myndi þá flytja bæjarskrifstofuna bara til Garðabæjar í hans fyrirtæki því að þetta er ógnvænlegt ef að það kemur ofan á allt annað þar sem þessi maður hefur umleikis í stjórnun bæjarins að hann fengi síðan bæjarstjórastólinn. Ég bið menn bara alvarlega að hugsa þá stöðu til enda því að þá erum við að kalla yfir okkur hreint einræði og það er ekki stjórnskipan sem ég hefði áhuga að fá hér í þennan bæ. Guðni, þú varst búin að byrja því vorðið. Já, ég eiginlega skil nú illa þessa ræðu Guðmundar sko. En það er nú svo í öllum stærri bæjum landsins að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðið fram ákveðið bæjarstjóraefni og það hefur verið gert hér ef að Sjálfstæðisflokkurinn á þess kost að hljóta það embætti að þá hefur Gunnar Birgisson fullan stuðning okkar sem með honum starfa í Sjálfstæðisflokknum fyrir því að verða bæjarstjóri og að þurfa að fara að flytja starfsemi Kópavogskaupstaðar til Garðabæjar sko þetta er nú á því plani að ég nenni nú ekki að vera að svara því sko
Þetta lýsir best bara málefna fátækt að fara út í þetta. En hvernig kom þetta kvennalistunum fyrir sjónir og ég tala ekki með Sigurður Gyðdal, hvernig kom þetta þér fyrir sjónir þessi yfirlýsingunnar? Ég var svolítið hissa svona í fyrstu notum á bjartsýni þeirra sjálfstæðismanna því ég túlkaði þetta þannig að þessu ákveðnir í því og telli sig á möguleika á að fá 6 menn. Það vísu hafa skoðanakannanir bent til þess, alveg eins og síðustu kosningar, að þeir séu með 12. mannin, þessu sem næstir inn og ég finnst þeir að gefa upp boltan með það að á það sé stemt og út á það ekkert að setja. Það stefna allir flokkar að því að bæta við þessi manni. En hvað mig snertir, þá eiga mér nú ekki að líta þannig á að nöfnin skiptir mestu máli. Ég líti ekki á bæjarstjórastólinn sem fasteign og ég bæjarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn. Við vinnum að því þessa dagana að bæta við öðrum bæjarfulltrúa það snýst máli. Ég er bæjarpólitík fyrir Framsóknarflokkinn. Það snýst máli, ekki hvað maðurinn heitir sem setur í bæjar. Helga, þú segir hvað þetta? Já, manni kom þetta náttúrulega talsvert óvart þessi yfirlýsing, reyndar var maður búinn að heyra ávæning af þessu. Nú, það svona allur gangur á því hvort að flokkar tilnefna svona sérstakt bæjarstjóra efni. Þetta virðist nú vera frekar svona tíska núna í seinni tíð og kannski eitthvað smitandi frá Reykjavík og nú við höfum svo sem ekkert verið að velta þessu fyrir okkur. Nú sjálfsagt gætu allir flokkar farið út í það að leggja upp í kosningabaráttu með einhvert tilbúið bæjarstjóra efni hugsanlega. Það kann vel að vera. En hérna, mér langar til að leiða umræðina kannski aðeins frá hugsanlegum bæjarstjóra. Maður getur nú kannski lítið það sagt núna og spyrja hvað ykkur í Hamraborginni finnst þessa bensínstöð. Já, þá berður þetta mín. Já, hvort að það sé hvort að þessi bara áhugamál okkar kvennalista að losna við hana? Nei, alls ekki. Það hefur komið upp í Hamraborgarráðinu þessi umræða. En við höfum haldið henni svolítið í lágmarki vegna þess að það í lóðaleigusamningi sem var gerður milli Kópavogsstaðar og svo húsbyggjanda 1972 að þessi stöð yrði þarna. Það þýddi það að yrði þá að segja upp lóðaleigusamningum, en það vildi við alls ekki gera vegna þess að 18. greinin í þessu lóðaleigusamningi tryggði það að við gátum farið fram á það við bæinn að hann gerði að svo tækja þessi 55% núna af þessu framkvæmdu sem nú inni. En hins vegar ég búinn að kalla, ég er búinn að hafa samband við þá hjá Ólís, ég er búinn að byrja þá skýrslur þessi mál, bæði hvað var það öryggisatriði og umfang þessara stöðvar og hvað var það loftmengun og annað. Þetta hafa kannski bæjarfulltrúar að kynnt sér áður. En mér finnst það ekki rétt að ef að það fer upp í samningu þó við eitthvað og vera að skelfa fólk kannski umfram þessum ástæðu til að þessi bensínstöð sé eitthvað hættuleg. Hins vegar það alveg fáránlegt að hún skal vera sett í upphæði og það vitum við á sko. Það var náttúrulega á þeim tíma þá voru menn ekki svona vakandi fyrir mengunarvörnum og öðru slíku. Já, en það bara eins og málið. Svo leifar úr fortíðinu. Já, en ég held að allir bæjarfulltrúar sé að ég ekki heyrt þetta einasta sko mótmæla því, en hins vegar staðan erfið. Hvað var þessan lóðaleigusamning? Mjög erfið. Birna, myndir þú vilja segja eitthvað þessu? Ég verð nú að segja það að mér fannst það hérna í upphafi þegar ég kom hér í bæinn. Þetta er alltaf mjög einkennilegt að hafa þessa bensínstöð hér á þessu svæði og sérstaklega fnykinn sem mér fannst vera af henni eða tengt henni sem liggur svo inn í gegnum bílageymsluna og ekki síst hérna út í Framborgina. Það getur vel verið að maður samlagist þessu og finnst þetta eðlilegt þegar maður gengur hérna það oft daglega að þetta er eitthvað sem að dofnar í huga manns. Ég verð nú hins vegar að segja það að eftir því sem að ég skoða þetta á mínum fyrstu árum hér í bænum að þá var ég sannfærð það að þetta væri í því ástandi að þetta væri hættulaust en ég skil vel að þá röksemd að þetta gæti verið hættu ástæða og maður vildi gjarna sjá þetta annar staðar eða sem sagt utan við byggingasvæði. Og ég skil það vel að þið hér íbúar Hamraborgarinnar skuli taka þetta upp og vilja skoða þetta mál út frá hættu og út frá mengun. En það er rétt að fara ekki að blása málið upp þannig að það verði einhver
hræðsla við máli sem slíkt en að kynna sér það vel og skoða hvaða möguleikar eru í hendi að breyta þessu. Já, það er út af fyrir sig ekki óeðlilegt að sé deilt þetta. Ég minnist þess á sínum tíma þegar að þessi stöð var samþykkt þarna, að þá var ég á móti því og reynda Sjálfstæðisflokkurinn og ég lagði fram í bæjarstjórn tillögu það að þetta yrði lagt fyrir íbúa Hamraborgar til umsagnar, en þeirri tillögu var nú hafnað. Það var ekki komið í reglugerð þá að það þyrfti að fara fram grenndarkynningu. Þarna hefði hún komið sér vel, en staðreyndin svo að stöðin þarna í dag og ég vil þá í leiðinni segja þá skoðun mína að það sé reynt að ganga mjög vel og hafa snyrtilegt í kringum þessa stöð og starfsmenn sem þarna vinna eiga heiðurskilið fyrir það. Já, og Guðmundur? Ég botna hann ekki Díon og Guðna, sko. Hann og hans flokkur voru nú í því að gera þessa samninga sem gerðir voru á sínum tíma við Ólís eða Olíufélagið, það er ekki rétt að segja Ólís, þeir kom inn í þetta seinna. Það er rétt hjá honum að þegar til byggingarinnar kom, þá greiddu þeir atkvæði á móti því, en hún var forsendan fyrir einmitt plönunum hér yfir. Þannig að það er alveg hárrétt hjá þér, Þórir, þegar þú segir þetta miklu flóknara mál heldur en svo að því verður nú bara, kippt í burtu á einu vetvangi og ég veit það ekki. Ég hef ekkert heyrt það að menn séu mjög ósáttir við þessa stöð í sjálfu sér. Við þurfum bara að tryggja það að mengun verði í lágmarki en þetta einn liður í því að vera með þjónustuna hér á þessu svæði og við mögum ekki gleyma því að Shell-stöðin á hálsinum, hún átti samkvæmt samningunum að fara og ef hún fer, þá segi ég, þá engin bensinstöð hér í þessu nágrenni því það ekkert plássorði fyrir hana þar sem hún og ég bið menn bara alvarlega að hugsa það. Ég vil miklu frekar að við reynum þá að skoða hvernig tryggjum við það öryggi sem að þarf. Mér vitanlega hefur ekki ennþá komið til þess að hafi orðið slys en við skulum aldrei segja aldrei í því máli. En ég vil reyna að tryggja það miklu fremur heldur en það að við förum að hrófla við þessu þó að ég sé alveg tilbúin að skoða það í sjálfu sér. En það flókið mál. Sigurður. Jú, sko ég séðum kannski svolítið með embættismannsins líka og því ég hef velt þessum málum fyrir mér og við höfum verið að kíkja á þetta sumir og það er alveg ljóst að bensinstöðin þarna með fullum rétti og hefur greitt fyrir þann rétt. Þannig að það verður að nálgast á þann hátt að það eru þá samningar eða samningaumleitanir og svo framvegis. Það sjálfsagt alltaf einhver lykt og einhver smá mengunarhætta sem fylgir þessu en mér skilst nú að hættan sé hverfandi lítil en þetta mjög algengt í stórborgum erlendis að bensinstöðvar séu svona inn í. En þetta styrkir þjónustuna hér á svæðinu og svona, sumir tala sér gott að hafa þetta, en ég hins vegar sannfærður að í framtíðinu verður ekki byggt svona. Guðni, stutt í lokin. Já, örstutt, bara í sambandi við þetta, að það var Skeljungur sem hafði rétt á þessari stöð en ekki Olíufélagið eins og sagðir. Það svolítið verið mismæli Guðmundur, fyrirgefðu. En Skeljungur hins vegar afsalaði sér þessari stöð. Þess vegna var stöðin út af fyrir sig engin forsenda orðin. Þú var tekin útluta til annars olíufélags. Það gat undirgangurinn gat vel verið þó það væri engin stöð í honum. Ég man ekki eftir því hvort að Helga Sigurjónsdóttir var gengin út úr bæjarstjórn þegar þetta var samþykkt. Mig grunar að hún hafi nú bara tekið þátt í þessu. Helga ber bara ábyrgð á þessu öllu saman. Þið getur bara að leysa máli með því. En ég held að nú sé tíminn okkar liðinn. Við erum búin að vera mjög álefnileg einmitt með Hamraborgina og miðbæinn og ég vil gjarna þakka ykkur öllum sérstaklega fyrir kominu í kvöld og segi svo góða nótt við ykkur öll og þakka þetta þeim líka fyrir sem að tóku þátt í umræðinni. Takk fyrir. Ég þakka fyrir mig. Thank you very much. This song is one of my favorites.
is called Somebody to Love.